Hún vildi gegna spötnana strax. Já. Hann var alveg desperate börn. Já. Ég held að þessuna virkaði ekki. Þessuna fóru til Aniston. Nei, Angelina út af því hún var alltaf ætlaði að fylta fólki. Fylta fólki. Já, ég dæmi ekki. Human trafficking. Já, það líka með. Bara leiðum sá eitthvað svarta bara. You're mine. Já, ég ætla að fá 1.20 fetta gám af svona. Can't kill them. Já. Sagði ekki einhver það? Það vist, jú. Hvað var það þessir? Við erum byrjar. Já, ok, hei. Hey. Góðan daginn. Góðan daginn. Allir bara, hvað voru þeir að tala um? Já, never you mind. Ég skildi þig. Já. Já, en það ekki. Við skiljum alltaf konan. Herru, tuðarinnir, tuðmenn, eins og eru mættir, ég og þú. Já. Daði kallar okkur tuðmenn. Nú það? Já. Helvítist. Og við tuðum á mikið þegar við erum tveir. Það bara safe space þegar við erum þetta tveir og bara stundum endar það í tuði sko. Og hvað? Stundum þarf maður bara að just let it out. Já, just flip it out. Swing it out. Já. Fyrstu 10 sekúndunar og við erum strax byrjaðir bara. Nei, ég sagði ekki orðið. Nei, akkurat. Banna. Já. Búin að vera skammaður fyrir það. Já, akkurat. Nei, ég ætla ekki að breyta mér. Nei, fuck you if you can't take a joke. Hvernig hefur það? Bara gott. Frábært, jú, ég er á leiðinni til Istanbul næstu viku. Já, það er skemmtilegt að vera í Noregi. Já, þetta er eitthvað akkurat þar. Noregi? Er það ekki borg í Noregi? Jú. Það er, jú, einmitt. Allir eru bara heimskar að hlusta. Já, akkurat. Nei, þetta var tjókt. Já, þetta er í Tyrklandi. Já. Eins og flestir vita. Flestir horfður á mig. Já. Ég vissi ekki að þetta var í Tyrklandi reyndar. Er það ekki? Nei, ég hef bara aldrei pælt í Tyrklandi. Nei. Þetta er náttúrulega landi sem að, gæðins lent í öðru sæti í skotfimi Ólympíuleikunum er frá manstu? Já, Assassin. Já, tyrkneski John Wick gæðin. Hendunir í vösunum. Pjú, pjú, pjú. Einmitt, allir með eitthvað rosa gadget, eitthvað kíki á andlitinu og eitthvað. Sem var eitthvað bara, þannig eru að tapa, svo engin fatti hver þú ert. Já, jú, ekkert mál. Úps, ég skaut út fyrir aðeins. Akkurat. Allir með glerugun, loka augunum. Akkurat. Hann eitthvað bara hvítum stutturum að ból og með hendur í þessu. Með sko blank face. Akkurat. Ógeðslega mikil töffari. Hvert var að gera þar? Herðu, fullt sem ég ætlaði ekki að gera þar. Já, hvað? Til dæmis leiða konuna mína ofinbarlega og alls ekki kissa hann á almannafæri. Okkur ekki? Það er bannað. Nennur please að leiða hana. Ég ætla ekki að enda í tyrknesku fangelsi. Fyrir að leiða konuna hana? Nei, ég man nú ekki hvort að það sé bannað, en sko þetta er náttúrulega múslima. Nennur að svona taka hann að þér og vera eitthvað. Já, eitthvað svona Antonio Banderas eitthvað. Kom hér maður. Ulla hérna svona og taka Jim Carrey í Dumb and Dumber, svona þannig sleik. Já, einmitt. Svona jetana. Please. Nei. Og vera með Facebook Live. Já, akkurat. Kemur einhver lögga bara, hvað er að gera? Nákvæmlega, nei. Nei, þetta er náttúrulega múslímaland. Þetta er töluvert slagara heldur en mörg önnur múslímalönd. Já. En máttu syngja þarna? Já. Eða hvað? Okkur mætti ég ekki syngja þarna? Það var einhverju landi sem má ekki syngja á. Ok. Ég reyndar, þar ég leita bara að því, en ég ætlaði mér ekkert að syngja þarna hvort þið er. Í alvöru? Já, nei. Leiðandi konuna, ullandana maður og syngja sér. Hvort það mikið samur? Lífið er yndislegt, eitthvað, svo kemur löggan og piparúðar mig. Það er
viltur maður hérna aftur. Já, stop resisting. Lífið eindislegt. Stop resisting. Oh my god. Nei, þetta bara skemmtilegt, en ég þarf að leita upp, ég leitaði uppi nokkrar svona do's and don'ts þarna, ég bara, það er svolítið síðan ég gera það, ég ekki með það hjá mér, en það alveg eitthvað sem er ekki æskilegt maður geri, sem kannski eðlilegt hér. Já, út af því að ef ég myndi fara þarna og hefði ekki vitað þetta, þá ég væri, hvað Birkir? Já, einmitt. Þetta svona... Sem geti fangið sig. Já. Nei, ég er ekki að segja út á neitt, þetta er, eins og segja, þetta er ekki, þú veist, eitthvað svona brjálæðislega streikt þarna, skilur ég, bara, og ég þekki strák sem er þaðan og og segir bara fólki sé alveg yndislegt þarna og þú veist. Þangað til að meisa þig. Já. Heldur því að það sé bannað að kissa opinberlega? Já. Okkur það bannað? Bara, þetta er náttúrulega, sko, sama ástæða örugglega og konur eiga að vera í búrkum og eitthvað svoleiðis, þú veist, það bara vekja losta hjá kallmönnum sem að greinilega bara ráði ekki við sig þarna. Greinilega? Þannig að þú veist, það bara má ekki sjást í ökla og eitthvað, en þú veist, það er ekki þannig þarna í Tyrklandi, þú veist, það er það alls í sumum öðrum múslimalöndum. Eitthvað bara, er það að sjá hárið af henni? Já, akkurat, nákvæmlega, þú veist, þetta er bara, ég held að þetta sé svipað á það, skilur ég, það er bara, já, Já, ég ætla ekki að móðga neitt en fyllir bara í eðunar. Já, akkurat. Ég er að fría sjálf mig, ég sagði ekki neitt. Nei. Þið eru að fylla í eðunar. Nákvæmlega. Ég sá hérna TikTok-vídeó daginn af þér dansa. Nei, tjók. Do not look that up. Look that up. And funniest shit ever. Þegar menn að segja white men can't jump, white men can't dance. Nei. Það ætti að vera titillin á öllu þessi vídeum hjá það. Ég er með 2 vinstri fætur, sko. Ég veit það. Það er bara 2 vinstri hendur. Já. Sér alveg, takturinn er dung, 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 dung. Og þú ert alveg bam, 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 bam. Það dansa við þetta þannig. Leðu þið bara að tjá mig eins og ég vil. Ég er ekki dæma. Nei, ok. Já. Nei, það var einhver gauður sem var svona 31 eða eitthvað. Og svona comedian. Okay. Og hann reyna að vera hip og cool. Og það var eitthvað, hann var að nöldra yfir því að, sko, Air Force One, hvítu skotnir. Já, ekki forsetaflugvélin. Nei, þeir heita Air Force. Oh my god, þú er skamall. Oh my god, shit. Wow. Okay. Og þessi tvítu strákur sagði við hann bara, herðu, ertu komin í dad shoes? Núna þetta orðið dad shoes. Í alvörunni? Já. Og dad shoes hjá okkur fyrir 10 árum, það orðið cool, New Balance. What? Já. It has turned around. Og hann bara, þú ert í skinny jeans. Hann bara, nei, loose. Nei, ef buxurnar koma við lærin eða öklana, kálfana, skinny jeans. Hann bara, it's fitted. Wow. Svo þetta að breytast ekkert smá. Svo unga fólkið fyrir stuttu, 30 fólkið, það orðið eldgamalt núna. Holy moly. Welcome to the club, people. Vá, maður, ég er svo lengi hættur að reyna að keep up með þetta, sko. Ég hataði skinny jeans. Já. From day one. Ég var alltaf í útvíðum buxum og elska það. Bara fín. Já. En, síðan kemur skinny jeansin. Já. Ég var bara, og allir hættu að bara selja bootlegit eða eitthvað nema Levi's. Ég er ekki að fara að kaupa einhverja buxur á 27 skall. Nei, akkurat. Bara galla buxur. Nei takk. Fuck that shit. Allavega, ég var bara, þurfti að fara í skinny jeans og loksins eftir 10 ári eða eitthvað þegar maður var svona, ok, þetta ég er alveg orðin loksins comfortable í þessu. Skinny jeans out. Maður alveg og bara skinny jeans og ég er eitthvað sem ég átti, ég alveg yes. Og hendiðum öllum. Ég hatar hate them.
síðan örgulega kemur eftir 2 ár Já, skinny jeans back pottet sko no. Ég á einmitt ágóðan bunka af þessum skinny jeans sem að, þú veist, náðu ekki allalegina niður, þú veist, eitthvað að þeim og eitthvað svona, maður geti allir í öklasokkum og sást alltaf í öklanum og öllum þú veist, ég á ennþá alveg stóran bunka af þeim buxum sem ég er búin að eyða alveg hellinga peningum í og tími bara ekki að henda þeim af því að það er fullkomnu lægi með þær Já, því að það var hlegið það Já, og það var, ég fer ekki í þær í dag kem ekki til greina en þú veist, en ég veit að þetta áttur að koma tilbaka sko. Já, kannski eftir 10 ár Já, kannski Þá ertu 100 ára Þú veist, já Ég gefi syni mínum þetta líka, skilur ég meina True Þú veist, hann náttúrulega er orðin 10 ára og þú veist Til dæmis eins og þegar við vorum að 4-6 þá var ég í svona víðum buxum sem að útviðum geggja flotta buxur ef ég hefði geimt þær allar þá geti strákurinn minn verið í þeim í dag Já, akkurat Þetta er svo cool Ég veit það Þetta er besta tískan Það var nefnilega þá, er það ekki buxurnar sem að maður voru alltaf blautar í skálmyndnar að því að þeir voru niður fyrir skóna eða Nei, það eru buxurnar síðan 2000 Alveg rétt Talandi 2000 Talandi 2000 Boom Nailed it Slam dunk in your Out face of the park sko Herri, við erum að fara að tala árið er 2000 Við gerum þetta fyrir í fyrra held ég tölum nokkur ár Áratugina Áratugi og 94 og okkur svona Og ég fór að hugsa Manst þú eitthvað eftir árinu 2000? End of podcast Það er búin Já Ég man ekki neinu Ég man ágætlega svona upp að 95-6 Svo bara man ég ekkert meira Í alvöru Voðalega lítið En líka, þú veist Maður er orðin 45 ára, þetta rennur allt svo mikið saman Já Þú veist, það er bara svo erfitt að, þú veist, var þetta fyrir eða eftir aldamót, skilur var það 97, var það 2004 eða 3 eða eitthvað, þú veist Wow, ég er ekki það Ég actually þurfti að fara í sko inn á Ísland.is og skoða ökutækjaskrána mína til að sjá hvaða bíl ég átti þarna Og getum við gert það? Já Þú náttúrulega varst ekki komið bílpróf þarna Ég var 18, ekki komið bílpróf Nei Ég, I was too drunk Akkurat Og ég hafði bílstjóra Ég á Daði og kerðum þig Ég er alltaf leið, mér vantur að hitta þessu skvísu Akkurat Spillaði mér Nákvæmlega, en þú hafði það bara fínt þú og annar vinnur okkar sem að tók einhvern tíma bílprófið Ég er mjög seint Er hann komið með bílprófið? Já Ok, langt sinni ég heyrti í honum En Þú veist hvernig ég er að tala um Ég tók ekki bílprófið mitt fyrir hvað, 20 eða eitthvað Já Það ekki? Þú varst alveg svolítið setna bátinn, sko Já, ég nefndi þessu ekki Nei, en það þurftir þess ekkert Nei, sko Ef einhver skamma mig upp úr þurru You're on my bad side, sko Já Og ég var einhvern tímann að læra þarna fyrir þarna í ökutíma og ég var eitthvað að drapa á bílnum upp brekkuna, veist, heima hjá mér Já og veist, hann eitthvað, hvað er það að gera? Ég hefði, fyrir ekki stressaðist upp, allir rauður og svona hann eitthvað, öskraði á mig og þá var ég bara, já nei getur bara fokkað en ég lærði á bílinn að keyra hjá ykkur þegar þið voru ofullir já, fyrst að taka hans í hann ég fekk að þess að taka í hann já, bara þegar við vorum ofullir ef við vorum bara smáfullir, þá kerðum við bara Birgir, neina, taka í hann æ, god þú bara varst að fara á það ljómaði þannig þú varst að segja var honestly ekki meiningin, sko bara þegar ég var ofullur ok, það hjálpaði ekki og síðan keipti ég náttúrulega bílinn ég keipti bíl og fór að keyrði hann aldrei út af því að Daði átti alvensbíl og ég smallaði rúðunni hans já, hvað var það ekki, Volkswagen Jetta eða eitthvað já, og ég átti alvensbíl svo ég skipti rúðu ég mátti eiga mína og ég hendi bílnum og það ég nefndi ekki að finna nýja rúðu þessu latur ágæsla latur holy moly maður, Garðabærin 201 maður nei 210 segir ég hendi þessu maður nei, sko
árið 2000 við vorum alltaf í partíinu ykkar aldamótapartíinu heima hjá þeirra Davíð Daða Í Hafnarfirðinum já, tókum rúmin ykkar til hliðar og partí ég var með hvað heitir búbluna Ansia Castí eða eitthvað fucking hvað heitir þetta Eitthvað friðin? Já, eitthvað friðin, eitthvað eldgamalt okay. og varum með vindlana stóru vindlana hrista flöskurnar yfir okkur alla maður í jakkafötunum aldamótin og segjum bara þetta ár og ég 18 þarna og er að vinna á Astro og ég að vinna í hvað heitir það hérna hvað heitir þetta, frostverk frostverk á daginn Astro kvöldin og það var erfiður tími hjá mér sko. Það var byrjuð ok þetta var, nú er ég var að vinna á Dominos þarna á þessum tíma sem sendill og var svo vakstjóri og eitthvað Nei Var það ekki? Ég var í Rúmfó Þú varst í Rúmfó þarna, Þarna var ég í Rúmfó og lagastjóri í Rúmfó Já Alveg rétt Endaði mjög skemmtilega Já, einmitt, það endaði vel Önnur saga Starfsmaður mánaðir Nei, og náttúrulega fyndið að allir heldur náttúrulega að Y2K myndi gerast bara í byrjunni Já, bara á miðnætti og bandaríkjamenn voru svo stressaðir þarna undan þessu og eittu 115 billjónum dollara Miljardum sem sagt $billion Já, á ensku $1 billion og íslensku miljardur dollara Já Billion kemur á eftir miljardur á íslensku Já Ég er ekki með skrifa þannig sko Nei, ok og bara til að reyna að finna út the glitch í tölvunum svo að allir voru bara allar kjarnorkusprengjurnar munu fara af stað skjóta hvern annan flugvélarnar hrapa á loftinu why would that why? Sko, það var alveg legit áhyggjur sko, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var eitthvað með að tölvurnar töldu bara, það var bara árið 97, 98, 99 og svo það bara 00 og þá myndu allar tölvurnar bara ekki vita hvað er að gerast Já, 1900 eða, bara núlstillast einhvern veginn eða eitthvað og þannig að það voru alveg legit áhyggjur og það var alveg fullt gert til þess að það myndi ekkert gerast 115 billjónu dollara svakalegur peningur og síðan gerðist ekki neitt af því að þeir löguðu svo mikið ég man alveg eftir að vera allt hérna á Íslandi gerðist ekki neitt og enginn lagaði neitt hérna jú, það voru allar tölvur voru uppfærðar og svoleiðis ef maður fór að kaupa tölvu 98, 99 að þá var limmiði á tölvunni sem stóð á Y2K ready skilur, eða eitthvað þannig það er fucking hilarious maður þannig að það var alveg það var búið að fara í þetta með ágætis fyrirvara og þannig að það var alveg á einhverjum stöðum ég er ekki að segja að kjarnorkusprengjurnar hefðu allar farið af stað og allar flugvélar myndu hrynja í loftinu en það voru ýmis kerfi sem hefðu klikkað minna kjarnorkuver og alls konar raforkuver stíplur og alls konar svona sem hefðu kannski mögulega klikkað eitthvað hérna síðan í janúar hann er byrjun á árinu 2000 veistu hver Charlie Brown er? Teiknimyndafigurinn Já. Hérna hönnurinn, teiknarinn hann dó hann bara byrjun á árinu 2000 Wow, 25 ár síðan Þetta er The Peanuts eða ekki? Já, Peanuts Snoopy og Wow. Hann deyr þarna Ok, úr aldrei eða veistu það? Já hann var bara 45 ára eða eitthvað Nei, fuck það og síðan bara, ég veist í sama mánuði kom PlayStation 2 kom út á markaðinn PlayStation 2 Já ég með það er þægstæðir hérna ég man ennþá eftir því sko minniskortin sem maður alltaf að eiga svo verður með save gamein Já, PlayStation 2 var helviti þægilegt það var snúrurnar í fjárstýringunni og maður var með túbisjórpið maður var með túbisjór Akkurat og þegar maður ég var að spila Call of Duty eða eitthvað og var veikur gæti alltaf hent fjárstýringunni í sjórpið þau pyrrar og síðan tók ég snurruna og dróðana til mín
skemmtir ekki neitt, það var bara skemmt ekki neitt helst svo áfram já, bara ég held áfram með lífið en þetta 2000, þið voru alltaf að jamma heima hjá mér já, sér, 50 dag, 1. dag, laugardag, alveg non-stop já, í 6 ár sko. já, það ekki? Ábyggilega sko við sleftum ekki úr einustu helgi Nei, bara þetta byrja á sem laugadöfum sem farist yfir á föstudöfum sem á 50 já, það var náttúrulega alltaf við byrjuðum reyndar oft í 5 í fötu nýr í bæ eitthvað staðar já, byrjaðum hjá mér já, það var alltaf á 50 dögum að það ekki fórum 5 í fötu, fórum þunnir í vinnuna já unnu þar, réttum okkur af já djömmum, sem djömmum heim með mér sem fram á sunnudag akkurat Gekka. það var bara, og svo mættu við feskir í vinnuna daginn eftir á mánudeginum ég var nú helviti oft ekki feskur sko já, ég nefnilega byrjaði ekki nema maður væri bara eitthvað all-in skilur ég, þá fór maður ekkert að finna fyrir þingum fyrir en ég var bara, þú veist, 36-7 ára eða eitthvað ég var oftast bara ennþá fullur sko. Já. Mætti, sko. ég verði bara að segja sannleikann ég var bara, það rann ekkert að mér sko. nei, akkurat það er kannski ástæðan okkur í mærgi eftir þessu ár já, I was drunk the whole fucking time pínusvipað hér sko ég verði að við ekki að maður skulle vera lifandi og svona relatively elsjurhraustur sko, magnað í mínum huga þá var ég orðin mér fannst ég vera orðin eldri heldur en 18 árið 2000 þegar ég var að hugsa tilbaka ég var ég bara 18 bara what bara 99 var ég 17 já. og ég fór á Beni 99 hana já, Benidorm, já það er önnusæð það er krydda vá, ef að fólk er bara ok með allt annað sem þeir segja og vil ég ekki tala þetta what the fuck happened drafstu vændiskonu so close nei moving on já talandum eitthvað jákvætt Putin, hann verður forseti Rússlands drepa vændiskonu talandum eitthvað jákvætt wow. Murder a prostitute já, Putin verður forseti Rússlands í fyrsta skipti, það er árið 2000 var hann forseti? Já. Er hann ekki forseti? Jú. Nei, Jú, hann er samt ekki búin að vera samflett í 25 ár það má í rauninni ekki þannig að hann bara breytti basically fekk bara eitthvað annan til að vinna fyrir sig sem forseti í 1 tímabil og svo bara bauði hann sig aftur fram og vann með yfirburðum wow. ekkert skrítið á bak við það don't check into that don't check into it og George W. Bush hann var líka kjörinn forseti eftir mjög umdelda kostingu gegn Al Gore já, með Al Gore það var ekki Al Gore ætlaði hætta hann bara, já, hörru þetta er bara búið en síðan var þetta svo close call já. Al Gore fekk fleiri atkvæði miklu fleiri atkvæði heldur en Bush en Bush vann út af States já, þá þingið þetta já, svona States já, fylkin bara já, fekk fleiri fylki en Al Gore fekk fleiri einstaklingsatkvæði já ég man eftir þessu já ég var ekki alveg opnaði við bjóður og skál fyrir þér síðan kom Erik Brockovich Erin Brockovich já, með Julia Roberts ágætismynd okkur sagður Erik Brockovich þetta er greinilega kona hvað sagði þú? Erik kallmannsnafn er það? já já okkur skrifaði Erik Erika Brockovich Erin what? er ég eitthvað? E-R-I-N ég ætla ekki að leiða þetta ég var ekki með gleru en þegar ég var að skrifa ok ég ætla að skrifa þú ert fáið það var skrifað ég er að skrifa til þín til mín þegar ég fyrir yfir nótundum mína bara þú ert fáið að skrifa þetta go kill yourself Jesus ógeðslega sár út í sjálf og sig það er dómar maður Nei, sko, ef ég myndi leyfa þér að horfa yfir það sem ég skrifaði já
Og þetta bara eins og einhverju á geðdeild eða? Já. Það sumt sem ég skrifa á skrifa á ensku en skrifa það á íslensku. Hva? Já, það veist Destiny's Childs skrifaði ég greinlega það. Wow. Með ægi sko. Oh my god. Já, ég minna að það er bara þú sem þarft að lesa þetta. Já. Ég fengi örugglega, þú veist, heila blóðfall ef ég var að reyna það, sko. Nei, þú mátt ekki lesa þetta. Nei. Destiny's Child Ok. kom með út í mars Já. með hérna Semana. Já, alveg rétt. Og þegar hérna Sló í gegn með þér. Já, með henni hérna Söngunu? Já. Með hárið þannig? Já, hún Beyoncé, wow. ég myndi þetta ekki hendur. Já, Wow. alveg rétt. Ég bara sá hana fyrir mér Já, og ég var bara, okkur kemur ekki nafn Já. hennar. Bara, wow. Líka fólk örugglega sem Ég- hlusta bara Beyoncé. já. Vá, ég sá hann ekki fyrir. Ég sá bara, betur, hún var svört. Ég bara, já. Vá, ég var búin að gleyma, hún var þar. Hún byrjaði þar. Já, 19 ára, hella fallega með Já. það. Vá, maður. Mjög sæt. Já, algjörlega, klálega. Nú er hún bara falleg kona. Já, Ha? já, klálega, hún bara eldist mjög vel. .com bubble sprakk. .com? Hvað minnur, sprakk hún? Já, Er hún ekki ennþá í gangi það? jú, þú veist, jú, en það var þarna eitthvað, þetta var svona bóla skilur sem að sprakk, þú veist, .com, ég man ekki alltaf baku þetta var bara, það net fyrirtæki bara gjössalega hrundu og margir sem að mistu bara milljarða út af þessu .com bubble. Ég sekti mér ekkert allt og djúpt í það, en Nei, það nei. allan að gerist það. Meðtilega kærði Napster. Napster? Já, Já, það var þá. þeir voru ógisla fúlir að Já. það voru verið að downloada löguna þeirra eða nýju plötunni þeirra og gerði svona auglýsingu bara, it's not okay when it's your music eitthvað, Já, þeir fengu ekki mikla vinsældir út af það, sko. ekki, það var Já. fólk bara, við erum að hlusta á ykkur. Já, þið eigið milljónir dollara, sko. Þú veist, þið er ekkert fátækir heimilislausu menn, sko. Nei, ekki neitt. Þú veist, ég skal alveg henda hérna dollara í neðanjarlegasta stöðunni með þyrlu, skilur en þið eru fucking Metallica. Wow, þetta er frá Metallica manninu Já, ég veit það, ég bara þarna er ég sammálað, þetta voru þeir fans sem voru bara, hey, þú veist, calm the fuck down, sko. Já. Þið eru að fá peningana frá tónleikahaldi og eitthvað Já. svoleiðis. Þannig að bara slakið aðeins á, sko. Þeir voru alveg bara we need more millions. Já, akkurat. Ugh. Já. Concorde slis í París. Concorde flugvélin sem var bönnuð síðan. Já. Og þetta var fyrsta og eina dauðaslys eða svo bannaslys í þessara flugvélar. Concorde. Hún er bönnuð sem sagt í dag. Þetta er ennþá hraðasta farþegaflugvél sem gerði þau verið. Eftir eitt slys og síðan er Boeing bara með Já. Þeir bara, já, fuck it. Akkurat. Höldum áfram. Hjólin og hurðarnar að detta af annar Já. einhverju vél og eitthvað og Höldum bara áfram. Já, Höldum bara áfram. Já. einmitt. Þessi geðveikt hraðskrið. Já. Nei. Við skulum slaka þess á. Akkurat, ég meina þetta var flugvélin sem að var, hvað var það? Var ekki Bob Gandolf eða nei, Fíni. já, eitthvað sluðis. Nei, það var eitthvað, það voru tónleikar í Breitlandi, Já. svona styrtartónleikar, Live Aid eða Band Aid eða eitthvað svoleiðis og aðri styrtartónleikar í Bandaríkjanum, sama sólarhringin og hann spilaði að þeim báðum og eini sénsinn til þess að komast á milli svona fljótt var með Concorde-vélinni. Annars hefði hann aldrei getað spilað á báðum tónleikum, sama sólarhringin. Hugsa að spila halda einhverja tónleika sem heitir Plástur. Það er fáránlegt. Eins og í The Music Band Aid. Já, meinar. Hljómsveitar, já. Þetta var með því heimskulegast sem ég hef sagt. Moron. Já. NSYNC kom með Bye þriðju plötuna þeirra. Já, heyrði, fyndið, hérna, ég var bara að horfa á TikTok-myndum bara í morgun. Hvernig var þetta? Sami gæinn var með Backstreet Boys og NSYNC
bjóð á báða til sem sagt, báðar þessar hljómsveitir og sveik þá milljónir. Já, ég held að þess vegna þriðja platan var að koma út og það voru nokkur áratn á milli. Já, það var sem sagt, þeir voru búin að vinna fyrir hann NSYNC, minnur hafa verið NSYNC sem var búin að vera að vinna fyrir hann í 2 ár. Já. Fengu aldrei borgað. Já. Og gæinn var bara cashing, skrilljins á þá og þeir voru að vinna bara hvern einasta dag, bara tónleika, semja lög eða taka upp lög og svoleiðis. Eftir 2 ár þá gaf maður þeim $10,000 hverjum og svo þegar þeir ákvaða kæran að töluðu við lagfræðing og allir hann að komast út úr kontraktinum þá kom það í ljós að þeir í raun og veru skulduðu honum pening eða skulduðu pening. Oh my god. Þú veist, stærstu stjörnur allra tíma í 2 ár og $10,000 í rauninni voru þeir í mínus. Þú veist, þessi gæi sem stofnaði báða þessar hljómsveitir og fullt af öðrum hljómsveitum endaði í 25 ára fangilsi fyrir svik. Don't do crime. Nei. Unless Nei. Já. Nei, M&M gaf út plötuna sína. Bestu plötuna sína. Já, hvað heitir hún áttur? M&M, eitthvað M&M Raps Music. Já, Please Stand Up Já. Slim Shady. Slim Shady, já, var ekki Slim Shady LP eða eitthvað. Já, alveg rétt. Ég skrifaði ekki niður þetta ég var 100% viss að ég myndi muna. Já, akkurat. That did not happen. Nei. Svo náttúrulega Britney Spears, já. Hún var náttúrulega huge þarna. Já, hún og náttúrulega Christina Aguilera. Já. Hún miklu fallari. Já. Britney Spears bara já, rýmingja stelpan í dag maður hvað er ónýtt. Þegar ég heyri bara nafni Britney Spears þá sé ég alltaf myndbandi þegar hún dansað á nærbuksunum með hnífana með psycho augun bara einhver taki síman af henni sko. Nei, Daði fílar hann fílaði Britney Spears alltaf meira. Þú veist, hún var náttúrulega ótrúlega falleg þú veist, og Christina Aguilera líka, ég veit ekki jú, já, var eitthvað meira aðalagandi við Christina Aguilera. Já, hún var svona dirty. Já. Svona dirty. Britney var aðeins svo saklaus eitthvað. Já, ég fíla dirty. Já. I like my women filthy. Sér kom Gladiator kom út. Herri, já. Það var Gladiator. Við áttum þetta á geisladisk og maður sopnaði yfir þessu. Já. Are you not entertained? Yes, I am. So much. I am Gluteus Maximus. Og í þeirri mynd Gluteus Maximus ég rassakallið mikli. Hann var í þessari mynd þegar einn af leikarunum dó í miðritökunni. Já. Og það þurfti að CGI-a hann. Wow. CGI. Og það var með því bara fyrstu með þeim fyrstu þannig svona face replacement svona, sem var góð og þeim tíma það var eitt þvílíkum peningu í þetta. Já, ekki betur en Face Off 98. Okay. Og síðan alltaf ömulegasta mynd allra tíma kom líka út Mission Impossible 2. Ég með hana hérna. Fucking eina góða í þessari mynd Limp Bizkit með byrjunarlagið. Já. Rollin'. Nei, það var Mission Impossible lagið. Já, alveg rétt. Já, þeir gerðu það helviti vel. Sko, á þeim tíma var fólk bara oi. Og þetta því að Limp Bizkit var detta af Innsaldalistanum. Já. Fólk var bara og sér núna hlusta á þetta lag núna í dag geðveikt. Já. Það er eitthvað við það sko. Já, þetta var geggjalag. En svo kom náttúrulega eitthvað fleiri góða myndir. Scary Movie kom út. Kom Scary Movie út? Fyrsta Scary Movie. Unbreakable. Ein með betri myndum. Já. Sem að ég sé. Overhetju. Já. Sturluð mynd sko. Með M. Night Shyamalan mann. Ságur? Já. Skrifaði þetta liður. Ég hef einu sinni reynt að gera það. Já. Og veist, ég skrifaði Shibalam Naminam. Já, akkurat. Ég gerði Naminam. Kallaður upp anda frá helvíti sem allt í einu birtist rátt að þig. Já.
Nei, svo líka ein fyndnasta myndin með honum hvað heitir hann? Little Nicky Adam Sandler, já Adam Sandler Little Nicky, ekki komað nummer 2? Ég veit ekki, ég held að hann sé að fara bara í nummer 2 á öllu saman Já, geta alveg verið já, minnur ég að heyrst það ekstar Já, Svo líka Castaway, já, það var 2000 já Castaway kom held ég bara í lokin á árinu Já, já, kom lokin á árinu já, og Grinch líka já hún kom líka jólumyndin X-Men byrjuði þarna líka, 2000 Já, X-Men og Crouching Tiger, Hidden Dragon Já Vá, hvað það var svöl mynd maður Ég skrifa með ái Crouching og með T-I T-I K-E-R Tiger Það er ekki eins og K í þessu Jésús Bara, you're a shame on this country sko segi ég á ensku síðan Já, þetta er moving on Já, Herri, maður nafnið Peter fekk gervihjarta sem átti að vera svona bráðabera já, en hann lifði í 7 ár með gervipumpuna það er magna Já, getur maður ekki fengið svona gervitipi þegar maður getur ekki svona... Jú, það eru til nokkrar verslanir sem selja á svo leið Nei, ég er og ég að mæla með eitthvað sérstöku fyrir þig Þú ættir að vita Já, Þú ættir að vita ég veit ekki þetta mjög vel Big black ones Mikil rannsókn Já, ég hef reyndar einu sinni keypt mér þannig og, ekki keypt mér þannig, ég keypti þannig í gjöf og það kom mér í mjög mikil vandræði Já, konunniðinni Nei Stop using it Nei, ég var búin að segja þér þessu sögu Já, já Ég veit ekki hvort ég vilja endurtaka það hér Mamma M&M's Já Hvernig skrifur það M&M's? M&M M&M E-M-M Þú verður að leita af þessu E-M-E-N-E-M Já Ég með þetta skrifa Ég þetta skrifaði E-M-E-N-M Close enough Hún kærði hann fyrir að hann notaði eitthvað mamma var eitthvað dópa ekki vel hana í sínum lögum Já, hún fekk $10,000 fyrir þetta Já staðan fyrir bara að segja heyrðu, menn please ekki gera þetta Já, akkurat I'm your mother You came out of my vagina My vajayjay Yes. Það er hættulegt þegar við erum bara 2 hérna Ég veit það er einhver að halda okkur á bottinni sko. Það kemur einhver galsi og Þröstur og Davíð skamma okkur alltaf Já, akkurat Þeir eru alltaf fljótir að bara move on Þeir eru ekki þetta Nei, við bara það ætti að vera svona búblur og bjóra eftir dark sko. Já, þegar við erum Já, að reynda, það er góð hugmynd ekki. B.O.D. Já, 18 plus Já, B.O.D. Já, Búblur dicks akkurat Fucking dicks Pokémon, það var alveg gjössanlega út allt Árið 2000 Já, Gameboy, teiknimyndir, subkortin Já, það var að byrja þá ég var orðinn of gamall í það Já, klálega Við vorum með körfuboltaspjöldin hérna hvað, Já, já. 94 eða 5 eitthvað og 94, svo geggjað. kom eiginlega ekkert mikið meira eftir það Nei. sem við vorum með Og Pearl Jam Já, hélt tónleika þar sem sko yfir 100.000 manns lentu í Stampede Jesus og það voru 9 sem dóu Oh my 9 god og þetta er hérna hvað heitir þetta hérna hvað heitir það tónleikarnir þetta var einhvers þar, ég man ekki hvað það var Nei, og þeir eru ennþá daginn í dag eru þeir að tala um eftir 10 ár eftir hvert skipti já, þá hérna til einhverjir tónleikunum gagvart Já. fólkinu sem dó ok haldi 100.000 manns og allir eru að kremja hvernig Já,
fucking paniki maður þetta ég fæ svo mikla innulokunarkennd að þegar svona mikið af svona tónleikum þess vegna ég alltaf sko í luxury VIP ég get ekki verið á gólfinu mér finnst það hræðilegt já, nákvæmlega, ég hef ekki gert það síðan Metallica kom hérna var í Eilsöll það var einmitt sko klikkað eitthvað lúðurnar upp í loftinu var ekki að opna út og voru 50 steg hitti hérna inni allir að líði yfir já, nákvæmlega og allir í einmitt gjörsamlegum tróningi sko og það var bara aldrei aftur það bara, nei Vanessa Williams vann í fyrst skipti hérna Wimbledon já, tennisstjórnan já, hún dugleg mjög dugleg ein af ok hérna pennanu sem var ekki að virka fuck já, hún er búin að vinna nokkra síðan já, verður við ekki hana það hún er gerðsvæmlega óumdeild tennisprinsansan já, drottningin ekki Serena Williams jú þekkir það ekki að melli nei ekki tennisstjórnur líti allir eins út Mér langar að segja sem mann ég er bara, let's not ég er að djóka, jú, ég sjálfsögðu ég var búin að gleyma henni þekkir það ekki að melli why? Davíð ok moving on Brad og Jen giftu sig já, Bennifer það ekki nei, jú, Bennifer já. Þau giftu sig maður var bara fullkomið par já gæfulega rindar og falleg alveg sjúklega þau eignuðust ekkert börn saman nei. Hún vildi ekki eignast börn alveg strax já. Hann var alveg desperate börn já. Ég held að þess vegna það er svona virkaði ekki þess vegna fóru til Aniston nei, Angelina út af því hún var alltaf ætlaði að fylgta fólki fylgta fólki já, ég dæmi ekki human trafficking já, það líka við bara leiðum sá eitthvað svarta bara you're mine já, ég ætla að fá 1.20 fetta gám af svona og ég bara þú sorry það er að flytja til mér já, hérna Davíð Oddsson, Dabbi kongur hann var forsætisráðara og Sigga Beintins var í Eurovision tók hún ekki bara einu sinni það átti það stjórninni? Já. Var það ekki þannig? Nei ég fletti ekki upp hvaða laga var með Nei, þá hefur fengið stjórnin hver er Gretar? Það veit enginn hver hann er í dag það veit allir hvað Sigga Beintins er já, fáum Dabba kong aftur já, klárlega, taktu við pásu frá Morgunblaðinu og taktu við dæmunum hérna er hann ekki komin eftirlaun? Nei, hann er ennþá að stýra Morgunblaðinu er hann 80 ára eða? Örugglega Dýsess, ég myndi ekki nenni það suma þér Nei, ég ætla að fara á eftirlaun 60 ég bara væri farin á eftirlaun núna ef ég hefði efnaði sko þú hefur alveg efnaði er það sann? þú fara bara á eftirlaun bara bærið borgað séðu bara sért innflytjandi eða eitthvað já þú heima þarna ásprú, þú getur bara sagt það þú fara frýtt klárlega ekki vera svona, þetta er joke maður þetta er joke Herru, Alec Guinness dó já, sem leik Obi-Wan 5. ágúst já, sorglegt hvað fáir vita hver hann er þú veist, það þekki allir bara Obi-Wan en svo að maður segir Alec Guinness og það er bara, rosalega margir sem vita ekkert alltaf unga fólki í dag já, fucking fáður ég reyndar vissi ekkert hvað hann hét fyrir en síðan bara internetið kom já nei, síðan vorum að tala um Hollywood Curses já. Hann tengdist eitthvað hérna bílnum hans James Dean ég man ekki nákvæmlega hvað virka engi pennar hérna nei, Nintendo Cube kom út Manstu eftir því? Já. Ég spilaði það aldrei ekki heldur ég man ekki eftir að þekkt neitt sem átti það nei það líka, þeir voru fljótir að henda því burt já, það virkaði ekki vel sko Síðan komu 2 hérna myndir sem við glemdum aðan Almost Famous kom út pældi og ferði í bíó það bara, allar þessar myndir eru bara að sína geggjaðar myndir nema fucking Mission Impossible og veist, Jesus, Meet the Parents já Can You Milk Me Greg
Já, I have nipples I have nipples, can you milk me? Gaylord fucker var það Já, ekki? Gaylord fucker Já, Geðveik Svona orðagrín Já. í mynd Geðveik þetta var mjög góð mynd You can milk the nipples Geggjað Svona tiny nipples Síðan Curb Your Enthusiasm Það var frumsýnt Vá, er það svona gamalt? Já. Þetta er það í gangi Já, var það ekki eitthvað ný seri eitthvað kom út Ekki, eitthvað bara byrjun á árinu eða sinnastar Innblæða datt aldrei inn á það sko Þetta er right up your alley Já, það Hann er alveg svo þú Hver? Aðaleikari Ok, Alltaf bara ok hata lífið og eitthvað lendi í ykkur Ok Ef þú horfir á þetta Þetta er bara þú Ok, Nótskurn. ok Bara eitthvað, hvað minna? I'll take it, það skal ég tjekka þig Engin ástæði fyrir því ég, þú veist er ekki ég bara, einhvern veginn, já bara datt aldrei um borð, en ég skal tjekka þig Já Nei, síðan er fórust 155 manns hérna í hvað heitir það? Kabru disaster það var hérna lest sem festist inn í fjalli og kviknaði í henni Nei Jú. Wow, hversu fucking terrifying bara, nei, getur ekki fara út það er fjall í kringu þig Já, sem bara kviknaði í og oi, bara stamaður það er viðbjóður Já Shit, það er hræðilegt maður Já, hérna Ég er nú ekkert með mikið meira maður. Nei, nennir að Fór svo googla fljótt í gegnum þetta Já, það er bara fínt maður Já, Hvað, hérna, nennir að googla hvaða ekki googla eða AI eða eitthvað spyrja hvaða símar komu út þetta ár já. Ég man alltaf að ég var með Nokia á þessum tíma Já, þegar voru náttúrulega allir með Nokia hvort að maður var ekki Nokia 5110 hann var komin út Já, hlýtur að vera ég man alltaf að ég var með hann mjög lengi og átti nokkra, ég var svo pirraður og hendi símanum í vegginn og braust vegginn já, Já, húsið fór í tvennt já, akkurat Nákvæmlega Chuck Norris kom tilbaka með glóðurauga og rétti við síman eina sem vinnur hann þryggjar að stoppa hann allavega Herðu, Nokia 3310, hann kom út já, 2000. ég er einmitt að tala um það Já, 3310, það er alveg ódrepanlegu sími já Sko, svo var það 8210 svona einst, það var eitt minnsti síminn á þessum tíma já hérna. símatinn á þessum tíma var alltaf minka Já, akkurat Ericsson T8, ég held að ég hef átt hann það var með svona flip þú veist ég minnir að það var með svona beltisklemmu og eitthvað, það var náttúrulega mjög töff síman hengdan á belti það var aldrei töff sko eða ekki, nei en ég jú, það voru margir með á þessu ári voru margir með það var ársgamall eða eitthvað með the flip phone Já. eins og í, veist þú, íttur að taka og það svona slæta Matrix síminn Matrix síminn hvað mér langaði í þannig dag átti þannig held ég átti svo leiðis Er það? Já. Ok, ég held ég hef aldrei átt þannig en shit hvað var töff maður já, ég kefti mig líka leður frakka Já, það ekki, en ekki alveg svona síðan skósiðan nei, það, veist, ég vildi ekki vera nörd svo hann var sko millisíður Já, mitt já, en ennþá Ok á þessum tíma var ég búinn að safna mér einhvern penning og ég kaupi hennan ekta leður frakka aðsniðin, geðveikur, ógeðslega flottur og hann var ekki svona emo-legur sem er emo gothara-legur og hann kostaði 45 skall á þessum tíma Frakkinn? Wow. sem er örgulega 100 og eitthvað Já, það er klálega sko ég var bara, og ég að finna við að ég sett hann inn í skáp út af hann svo dýr að ég fór aldrei nema bara jólunum eða eitthvað svo leys Shit, ég man hvað ég fór það var örgulega á þetta leiti sko hvað hét aftur leðurbúðin sem var á Laugaveginum ég man ekki já, leðurbúð, ég kefti frakkan þar Já, alveg pottet ég fór örgulega einu svona í mánuði fór ég hérna og mátaði lambaskins leðurfrakka
og bara Ég fór með þér ánga sko já, pottþétt sko Þú varst bara, ég verð að fá þetta já, Síðan kom ég ætla að kaupa þennan akkurat Þú er leik, motherfucker og ég bara, þetta voru bara mánaða launin mín á þessum tíma sko, ég bara Bara Já. hellaðu peningur já, Var þetta ekki árið þegar við vorum að halda partí heim á Þórinni sem ég drafst eitthvað, var að strippa eitthvað ég man það ekki Þú varst með svart hár með greitt í píku ég var með svart og rauðarstrípur og það á því tímabili Já. það getur verið Ég var líka með svartar og rauðar strípur það var ógislega Ég var með svart hár en rauðarstrípur já, ég mitt sem breytti yfir í blátt og já, það var so cool og við vorum svo svalir sko Þetta er svo sem lítum maður tilbaka maður 18 og þú veist þannig 30 eða eitthvað á þessi tímabili og það mér fannst þú vera bara old as shit það var 20 sko akkurat þú ert fullarinn sko já nei, síðan gerðist ekkert mikið meira á þessu ári ekki fyrir mig sko ég, eins og segi, ég held ég hafa verið að vinna á Dominos Jó, þú varst að vinna hjá Dominos já. Þú varst að vinna þar og á einhverjum öðrum stað Þú varst að vinna á daginn síðan á næturnar á Dominos og síðan skildir ekkert af hverju þú sopnar á rauðu ljósi að skuttla pítsu alveg rétt, vá, ég var búin að gleyma því bankar einhver á þig já hvort þú var dauður pítsa á rauðu ljósi klukkan 3 nóttina já, bíllinn í gangi bara það kom grænt hérna fyrir 10 mínútur síðan alveg rétt, já ég man ekki hvar ég var að vinna líka en ég vann eins og motherfucking skepna þarna sko já. Og á þessum tíma mátti reikinni já, allir skemmtistöðum og strætó ég var á Astro að sulla hella bjór með sígarettu í kjeftinum dansa 18 ára 18 ára já. Ef strákurinn minn myndi ég bara, ég ætla að vera barþjóð ég var bara, nei akkurat bara einhvern vilvinsinasta klubbi landsins bara, ég ætla að fara að vera barþjóð bad things will happen já, 100% sko. and it did já það er önnur saga býður betri dags við verðum að taka upp þátt það sem er bannaðu þáttur það sem við bara svona segjum ímislegt ég var alveg til í að segja nokkra sögur sem er sko kemur ekki sjálflega vel út fyrir mig eða þig eða strákanlega sko. Nei, ég mitt er með ég reyndi að skrifa þig það að því vorum að tala um á hana ég fór hérna að skoðaði hvaða bíla ég hef átt já. Ég átti Chevrolet Corsica á þessu tíma mannst eftir honum Nei. Hvítur jú. allur rauður að innan mesti pimp bíl sem ég nokkuð tíman átt og þú manns hvað við gerðum á þeim bíl já, rendum rússana þetta er árið sem við rendum rússana akkurat ég var með að skrifa svo bara gleymdi ég að tala þannig að já, það var einmitt þarna já, við sögum með ég sagði sögunum að ræna rússana einhvern tímann í einhverju þættinu með já bara hlusti já, þið viljið bara fara aftur og hlusta þið viljið heyra þessa sögu við ekki tala meira um þannig en það er búið að fyrnast og við já, svo sem borgaðum fyrir þess að glæpa okkar þannig að það er bara það? Já, þú gerir það allavega já, I took the fall já. Ég var svo ungur og vitleis já, ég veit það en hérna má ég vera með eldsnögganleik já, ég var búin að gleyma að þú ætlaði að vera með leik þess vegna var ég alveg bara, já, ok, ég ætlaði bara að enda þetta maður já, ég veit það, ég sá hvert hendin var að leiða hérna sko down my pants já nei, hérna, bara við vorum að dóa, þegar ég var að gera þetta research þetta svona inspiraði mig til þess að vera með smá spurninga súpa hérna, Coca-Cola hérna, sko, ég er með nokkur lög sem að kom út eða voru rosalega vinsæl árið 2000 ok og ég vil að þú giskir á lagið ég ætla ekki að syngja það en sko þú ættir að þekkja þau öll já ok, fyrsta lagið I know that I can't take no more it ain't no lie I want to see you out that door
Britney Spears? Nei. Shit, nei. Næsta lína Baby bye 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 bye. Ég hlusta ekkert mikið á NSYNC, sko. Ertu ekki búin að horfa á Deadpool eða? Veistu hvað lag þetta, þú veist? Já, þetta byrjunarlagið. Já. Ég er að horfa Deadpool dansa. Já, þú ert ekki að hlusta á NSYNC syngja. Ég er ekki alveg, já, hann sagði þetta. Ok, Nei, ok. Ég tapaði þarna. Já. Sko, ég reyndi að hafa þetta þannig að næsta setning sem sagt giveaway, sko, þannig ég segi hann ekki strax. En, ok, cause to lose all my senses, that is just so typically me. Oh, baby, baby. Þetta Britney Spears. Já. Oops, I did it again. Wow, nailed it. Nailed it. Ok, þú nær þessu reglega. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Doesn't even matter. But I had to fall to lose it all. Þetta Metallica? Nei. Doesn't even Þetta þarna. Þetta í þeim geira. Þetta metal. Já. Doesn't even Þetta þarna Slipknot, nei. But in the end it doesn't even matter. Hvað heitir þetta? Ég man það ekki. Linkin Park. Veist, þetta allt eins. Þetta allt eins. Ok. Hérna sko, þetta svolítið langur textur. Okay. Well, the party was nice, the party was pumping, heya yippee-yi-yo, and everybody having a ball, yippee-yi-yo. I tell the fellas, start the name calling, yippee-yi-yo, and the girls respond to the call. I heard a woman shout out. Wow, þetta svo skrítið að heyra bara lesin texta, throws me off. Ég veit það. Wow, hvað lélur í sig. Næsta setning, veist hvað þetta Það ekki víst að þú þekkir nafnið á hljómsveitinni, en þú veist hvað lag þetta Ok, hvað, næsta setning. Who let the dogs out? Þetta lagið Who let the dogs out. Já, rétt ég Já, takk. Það réttu Bahamenn sem að voru með það lag. Bahamenn, já. Hvernig ná maður að vita alltaf þessi nöfn? Já, ég veit það. Sko, ok, þetta þú þarft að ná þessu. Ok. Annars bara, já. To take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. Coldplay? Nei. Svipað. Já, finnst mér allavega. Blur? Nei. U2? Já. Yes. It's a beautiful day. Já, ég ætla ekki að syngja þess að já, þess að verði handtekinn ef ég að syngja í Tyrklandi. Þetta erfitt. Ok, já, ég veit það. Sko, ok, þetta síðasta pínu langt en þetta síðasta. Ok, það er greinilega tveir sem sagt segir ok, hérna megin ég einn og svo hérna megin ég hinn, ok? Ok. Yo, man. Yo. Open up, man. What do you want, man? My girl just caught me. You let her catch you? I don't know how I let this happen. With who? The girl next door, you know? Man, I don't know what to do. Say it wasn't you. All right. Og svo byrja lagið. Ertu búin að vera að hlusta? Honey came in and he caught me red-handed, creeping with the girl next door. Lagið heitir Caught Me Red-Handed. Nei. Jú. Nei. Ég man ekki. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. Já, ég veit hvað lag þetta er. Þetta var á Astro bara alltaf. Hvað segir hann alltaf? Hvernig er röddin hjá Görnum þetta? Ég veit ekki. Hvað segir hann alltaf á milli? Alltaf? Bangin, eitthvað. Nei, hann We were both butt naked, banging on the bathroom floor. Já. Ertu ekki með þetta? Nei. Wasn't me. Yeah, wasn't me. Wasn't me. Wasn't me. Með Shaggy. Já, Shaggy. Já. It wasn't me. Hvað náður? 1, 2? Ég náðu þessu öllum. Já, rústaður þessu. Fólk líka bara, oh my god.
Þú getur ekki verið með þetta Ég er alls ekki góður með nöfn sko. Ég er rétt byrjar að vita hvað þú heitir Já, það ekki, Daniel eða ekki, eða eitthvað svo leiðis Já, mitt, close enough Já, Danni eða eitthvað Takk í dag Bye